Já, velkomin í Húbla podcasti. Gaman að vera með þér í dag. Ég á þessum góða degi með frábæra gest eins og vanalega og ég vil bara áður en að við förum á stað byrja að þakka þér fyrir að hlusta á okkur og horfa og vera með mér. Væri engin þáttur ef að þú værir ekki þarna að hlusta og kannski líka bara svona áður en ég fyrir að stað að þakka hérna honum Dexo sem að er alltaf með okkur. Hann hefur alltaf komið inn með rosa góða spurningar. Það er ótrúlega verðmætt að hafa mann með inn í þáttinn og dýfkar það sem við erum að ræða. Ég nefnilega nefni ekki alltaf sjálfa mig í upphafi. Ég er ekkert endilega alltaf að kynna mig. Ég heiti Harpa og er umsjónarmaður. Ég ætla nú að fara aftur að henni Sillu og bjóða Sillu sem er Pálsdóttir og er ljósmyndari og ég veit fáa sem að ég hef farið til í ljósmyndun sem að hafa verið jafn svona, maður leið eins og maður væri bara, ég væri fegurðardrottning. Það er bara þannig. Það ert fegurðardrottning. Ég allavega var alveg miðpuntur alls hjá þér á meðan ég var hjá þér og þú varst líka bara svo góð í að bara segja mig til. Þú veist, af því að ég hef ekkert mikið verið hvorki í fjölmiðlum eða fyrir framan mynda, eða fyrir aftan, hvað segir maður, fyrir framan myndavélina og þannig að það er rosa gott þegar maður fer svona til ljósmyndara að það sé ykkur sem að segja mann aðeins til. Velkomin Silla. Takk fyrir. Gaman að vera með þér. Sumir leiðist, takk fyrir að bjóða mér hingað. Já. Mikið leiður að fá að koma hérna og spjalla við þig. Æ, takk. Og það var svo gaman að fá þig í heimsókn. Þetta er alveg rétt hjá þér. Maður þarf að láta fólki líða vel. Það er númer 1, 2 og 3. Hvort sem líður eins og fegurðardrottning eða hvað, þá þarf þér að líða vel. Já. Þannig að það er mjög mikilvægt þegar kemur í myndatöku. Það er nefnilega svo skrítið að þegar þú mætir til ljósmyndara og ert ekki alltaf í þessum stellingum að láta taka myndir að þér. Þá, eins og hvernig ég upplifði þetta, að þá fannst mér ég stífna svolítið upp og þú benti mér á það til dæmis. Bara slaka aðeins á hendinni eða slakaði aðeins á, þú getur alveg, þú veist, slakaði aðeins á í andlitinu og þú veist, og þú segir manni svona aðeins til í þessu. Já, gaman að heyra, gott að heyra það, ég kom þessu til skila. Já, og meiri segja að þú lést mér labba eins svona fram og tilbaka og meðan varst að taka myndir og svo allt í einu, segiru bara, já, yktu núna handarhefingarnar og maður einhvern veginn hugsa bara, maður lítur að vera eins og bara, ég veit ekki hvað, þegar maður kemur svona, af því að maður getur ekki ímyndið sig hvernig þetta kemur út á mynd þegar hendurnar eru einhvern veginn á flegi ferð, en þú varst alveg með þetta. Já, sko, þetta er nefnilega hugurinn fer oft með okkur annað heldur en að hreyfingarnar gera. Já. Og þið finnst þú oft vera að hreyfa hendurna mikið, en er kannski ekki að hreyfa það neitt. Það er bara hugurinn hugurinn segir, ég er að sveifla höndunum rosalega mikið núna, svo sýni ég það kannski á myndinni sjáðu, og þá bara, eða, þú veist, þetta komir óvart. Já, mjög oft sem ég þarf að segja mannesku að horfa upp eða niður og þá finnst henni hún vera að horfa alveg rosalega mikið niður en það er bara hugurinn sem segir það. Já, en hún er ekkert að horfa niður. Þetta er mjög merkilegt. Já, og ég man líka, mér fannst alltaf óþægilegt þegar það var að taka myndir af mér, bara mér fannst vera að horfa inn í sálina mína og þá sagði eitt ljósmyndari við mig, ímyndaði bara einhvern sem að þykir rosalega væntum inn í vélinni og þá tekst mann miklu betur að brosa í vélina. Já. Þú veist, ef þú bara setur hugan, þannig er einhver sem að mér þykir rosalega væntum og þá kemur eðlilegra bros. En það skiptir svo miklu máli þetta að segja fólki til. Ég held bara að það sem gerist svolítið hjá þér er að maður þarf eiginlega ekkert að finna eitthvað sem að manni þykir rosalega væntum. Það er einhvern veginn þegar þú horfir á mann, þá fer manni bara ósynlegt að þykja væntu þig. Æ, hvað gott að heyra það. Er það ekki, bara það er eitthvað galdur held ég. Já, það er allavega missjóni hjá mér, það er að fólki líði vel, sko. Já. Það er alveg númer 1, 2 og 3 og stundu þar ég að sitja og spjalla smá stund við þau og aðeins að svona fá fólk til að slaka á og sjá að það er allt í lagi. Þú veist, það er í örugum höndum, við munum ekki setja neitt en eina myndir fram með neitt nema sem að þú ferð að skoða eða þú er sátt við. Og og þetta skiptir miklu máli með
það getur bara verið millimetr hvort þú snýrð höfðinu örlítið hingað eða svona og ég ofta að benda fólki á ef það svona þú veist, aftur á bak eða þetta. Já, þú bendi mér einmitt á þetta. Þetta alveg bara hérna lokun sko. Já. Eða ef þú tegir því bara pínlítið fram. Já, þá getur þú að segja mér aðeins til. Og þá ertu meira opinn og hérna ertu að bjóða fólk velkomið eða þannig með líkams þjáningu. Þú hérna hefur verið í fyrirsætu ljósmyndun og öðru slíku, ekki satt, eða svona tísku ljósmyndun. Ég hef búin alls konar. Alls konar, öllu mögulegu. Öllu mögulegu. Gerðu bók saman ég og Kristín Stefáns. Já. Það sem var förðunabók. Einmitt. Það var mjög skemmtilegt. Það ekki. Ég náttúrulega var að kenna förðun í mörg ár, þannig að það líka mjög gott fyrir mig þegar ég að vinna myndir og að hjálpa til með förðunina. Gerur það stundu líka? Já. Ég get ekki förðun en yfirleitt vil ég verja tímanu frekar í að mynda og fá aðra til að farða. En það nýtist mér rosalega vel þegar ég síðan í vinnslu á myndum. Þó ég vilji ekki vinna myndina mikið af því að ég vil bara reyna að taka góðar myndir og ég þurfi ekki að vinna þær. Það ekki nema að þurfi eitthvað að fylla upp í augabrún eða eitthvað slíkt sko, eða eitthvað smá glansi. En segðu mér þá aðeins, þú hefur verið í, það má segja bara, ljósmyndar eru náttúrulega með fólki ofta á stærstu stundum lífs þess. Þetta eru bara allt frá því að börnin eru nýfædd og bara fram eftir lífinu. Já. Hvernig er þetta svona? Þetta eru bara þvílík forréttindi að fá að vera þarna sko. Það var bara núna fyrir nokkrum dögum síðan, það var par sem að hún bað mig að mynda þegar hún segði hann að hún var ólétt eða ófrísk og ég grét sjálf bak við myndavélina. Það var svo krúttlegt og fallegt. Og svo hef ég náttúrulega verið þegar barn hefur fæðst og brúðkaup. Það er að fólk treystir manni til að vera á þessari stundu er náttúrulega bara alveg dásamlegt. Þá þarf maður að vanda sig virkilega því að þetta er ekki endurtekið. Það er nú sjaldnast sem að augnablikin eru endurtekin. Já, en sko ef þú ert að mynda fermingamyndatöku þá hefur þú séns á því að taka aftur en þú hefur engan séns á að gera þetta aftur. Þannig að maður þarf virkilega að vera á tánum. Já. Og bara að vera líka eins og í kirkjunni þá skiptir máli að vera ekki atriði. Þú veist heldur að vera ósýnileg og vera samt snirtileg, það passa ég líka að vera ekki, maður þarf að passa hvernig maður er klæddur og með hvaða verkefni þú ert í. Þú veist að því að þú ert síðan líka, veist að því að ég kynnist þér í rauninni gegnum svona eiginlega fyrirtækja ljósmyndun og sem er allt annars eðlis. Veist, hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Vá. Þú ert líka að taka mynda mat og viðburðum og alls konar. Mér finnst þetta allt skemmtilegt. Það var rétt svar. Ég er að mynda augu, ég er að gera lista sko augunum. Já, augu, það er náttúrulega Mér finnst það er náttúrulega hver skipti sem ég mynda nýtt auga, þá er ég alltaf rosalega spennt og bara vá, hvað er flott. Þetta er náttúrulega geggjað. Það er rosalega gaman að vinna líka með viðkomandi, viltu setja eitthvað inn í augað eða eitthvað að hafa bara eins og það er eða og svo er ég að mynda náttúruna og það getur líka verið mjög skemmtilegt. Við fórum til dæmis ég og vinkona mín í ferði, það var ekki fyrir að vera hitti fyrir að og við keyrðum bara staði vissum raunin ekkert hvert fórum að fara og verkefnin komu bara á leiðinni og það var mjög skemmtilegt. Það var allt frá því að standa sko fjallabaks niðri út í miðri á að reyna að gæta vinkona mér stóði til miðri á sem sagt í sjóskónum mínum að reyna að gæta mig yfir ána og Er hún líka ljósmyndari? Nei, hún er ekki ljósmyndari. Hún er bara hjálpar mér mjög mikið og aðstoðar og sérstaklega svona hún er mikill peppari. Já, það er nauðsynlegt að hafa peppara í lífinu. Það er nauðsynlegt að hafa peppara sko. Það er ótrúlegt hverju slíkir einstaklingi geta komið til leið. Já, og það er maður á að sanga að sér fólki sem gefur góða strauma og
og þið líður vel nálægt. Það skiptir miklu máli. Algjörlega. Maður á í raun að forðast annað. Já, en þarna, bara. við fórum þarna austur fyrir fjall og tókum myndir þar á hóteli og svo fórum við á Vestfirðina og tókum mynd á hóteli þar og mat og svo náttúrulega í leiðina var ég að mynda náttúruna sem ég nota mikið fyrir fyrirtæki og alls konar. Ertu líka að selja myndir inn á okkur svona myndabanka eða eitthvað slíkt? Ekki inn á myndabanka, nei, en fyrirtæki hafa leitað til mín. Já, bara með myndir. Já. Man heyrir alltaf af svona þessum myndabanka líka, sko. Já, ég bara þekki það ekki ná vel, sko. Nei, ég þekki ekki hvernig það virkar heldur. Nei. Það er oft, ég hef sjálf nýtt mér að kaupa myndir frá slíku. Já, ég líka, sko. Já. Það er alltaf gaman þegar ljósmyndarinn, það hlýtur að vera mikið hrós fyrir ljósmyndara þegar hann kaupir myndir frá öðrum ljósmyndara, er það ekki? Já, ég meina þú veist, það bara er svo mikið flottum ljósmyndurum. Algjörlega. Og ég elska list, þannig að... Og segðu mér aðeins þá, svona við förum aðeins líka svona yfir í þessa fyrirtækjaljósmyndir. Hún getur líka verið margskonar. Ertu að snúa í því? Þetta er oft svona portrétmyndir eða ekki af starfsmönnum og starfsmannamyndir. Og svo vantilega líka bara af starfstöðvum og útliti fyrir einhverja markasefni og eitthvað slíkt. Markasefni og fólk við vinnuna sína. Já. Og já, mikið náttúrulega portrétt og þetta er rosalega mikið núna líka fyrirtæki sem er að koma eða er að selja vöruna sína á netinu því að í þessu ástandi eins og ég vil helst ekki tala en eins og staðan er í dag að þá er fólk mikið að selja vöruna sína á netinu. Já. Hvað sem er matur eða eitthvað annað. Já. Og þá þarf myndir. Einmitt. Og þá annarkvort kemur fólk með vöru til mín og við tökum myndir eða þá ég kem til þeirra. Þannig að, já, þetta er alveg góð tíð fyrir ljósmyndara myndi ég segja út af þessu. Þetta er mjög áhugavert og örugglega líka bara skemmtileg verkefni. Því að svona ofta þá náttúrulega ykkur uppstillingar og annað slíkt. Já. Svona hugsanir varandi byrtu og annað. Erfitt, maður heyrir alltaf að það sé mjög erfitt til dæmis að taka mynda mat. Ég hef alltaf heyrt það. Ég hef líka heyrt það en ég hef aldrei upplifað það. Og mér er alltaf svo gaman að ég hef búin að taka myndir fyrir húsfreyjuna ég held að það sé 12 ár. Já. Og þar er ég að mynda mat alltaf í hvers skipti og þetta er náttúrulega uppáldið mitt að því ég fætti að borða matinn á eftir. Og það er mýta að það sé gert eitthvað við matinn hann sé ekki að borða. Já. Ég mynda hann bara eins og hann er. Já. Og fæ svo að borða hann á eftir. Æðislega. Sem er alltaf einn af kostunum við það að mynda mat. Það er gaman fyrir þann sem er að hlusta að heyra að þetta sé nákvæmlega svona. Þetta er raunverulega gæði á matnum. Algjörlega. Það er bara lýsingin sem skiptir miklu máli. Og ég nota rosalega mikið, reyna að nota mikið bara venjulega lýsingu eða dagsbyrtu. Mist hún alveg dásamleg. Hvað sé að mynda mat eða fólk. Svo eru elsku börnin. Já. Ertu svolítið að fá barnamyndatöku líka til? Já. Þú veist náttúrulega með æðislegt stúdíó. Ég verð bara fyrir þann sem er að hlusta að segja frá því að Silla er með æðislegt stúdíó. Við verðum bara að tala sérstaklega um það eftir. En tölum aðeins um börnin. Já. Mér er svo gaman að því stundu þegar fólk kemur og það er með áhyggjur af því að börnið er að sé út um allt og upp um allt. Já. Eða eitthvað svoleiðis. Og ég hef alltaf sagt við að það er alltaf skemmtilegustu myndirna sem að mann nær. Þegar þau eru þarna og jafnvel þegar þau á orginu eða eitthvað. Það er ekkert verið myndir sko. Akkurat. Þá eru þau bara eins og þau eru. Og flottustu myndirnar eru vilt þegar þau eru svolítið vilt. Já, mér verður bara að hugsa sjálfur bara til einna myndatöku sem ég fór í með stráki minn þegar hann var lítill sko. Það var hjá Bonna. Já. Og það var hrikalega sætt, við fengum hann einhverja svona línuláns og kárkollu. Það var með línuláns og kárkollu og svo var einhver bakgrunnur sem var notaður hann á þessari myndatöku. Nema það hann pissar. Bara allsber á gólfið. Einmitt. Þetta var náttúrulega bara... Þau hafa pissað og kúkað og ætja mér.
og skemmtilegast þegar maður næri sér í beinni og þau kannski haldið á barninu og sprænan bara. Já, þetta var mjög skemmtilegt og skemmtilega myndir, sko. Já. Það eins og þú segir, þetta örugglega skemmtilegustu myndirnar og líka bara verða allir svo hissa og einhvern veginn svo óviðbúið og jafnvel öll fjölskyldana á einhverju hafari að reyna að bjarga einhverju, sko. Já, og reyna að hemja börnin eða eitthvað, en þú veist, það eru bara skemmtilegustu myndir. Alveg svo. Þau eru hlaupandi í stúdíóinu. Og líka kannski bara eðlilegastar. Kannski bara svona lífið. Svona lífið. Það svolítið út allt. Já. Svo hef ég farið heim til fólks líka. Já. Og myndaði bara í sínu eðlilega umhverfi. Já. Og fjölskylduna. Skemmtilegt. Það mjög skemmtilegt líka. Ég ekki komað heim til að mynda húsgögnin eða svoleiðis heldur. Nei, bara fólkið og það þarf svo lítinn. Til og með sé að komið að myndað stórfjölskyldu líka þegar að hittast, því að það getur oft verið erfitt að fá alla saman í stúdíó eða eitthvað, en það kannski matabóð eða eitthvað svoleiðis og þá ég fengið til að koma. Það ótrúlega dýrmætt. Það þarf ekkit stóran bakgrunn eða neitt svoleiðis til að gera fallega mynd. Alls ekki. Við eigum einmitt svona fjölskyldumynd síðan mamma var 75 ára. Já. Og þá einmitt voru allir til staðar og ljósmyndari fengin heim og það var bara, þetta er myndir sem að ég held okkur öllum þykir rosalega væntum í fjölskyldina því að þarna eigum við bara góðar myndir af okkur saman. Við erum öll á mismunandi aldri og vorum að gera mismunandi hluti, allir út allt. Myndir eru svo dýrmætar líka, þetta eru svo mikla minningar. Já. Og ég tala ekki með okkar eldra fólki. Að það er alveg ómetalegt að eiga minningar með fólkinu okkar, sko. Þetta er algjörlega. Svo hefur líka verið að koma með, verið svolítið mikið það ég veitur, ég veit ekki af hverju, en það hefur verið að koma gæludýrin. Já. Og eins líka það er vita til þess að það sé verið að fara að kveðja þau. Já, einmitt. Og ég hef heyrt frá fólki að þetta er bara eitt af því besta sem það gerir. Að eiga þessa minningu eftir á. Þetta er stór partur í fjölskyldu sögunni, þegar maður er búin að fylgja, dýri búið að fylgja fjölskyldunni, þetta er náttúrulega, ég hef gengið í gegnum það sjálf með mínum krökkum og okkar fjölskylda. Já. Og þetta er auðvitað alltaf svona, já. Þetta er erfið tími, Já, erfið tími. Það er gaman að eiga þessa minningu eftir á og líka eiga þessa skemmtilega stund. Algjörlega, bara brilljant. En annað sem ég langar þá að spyrja það úr því að við erum að tala dýraljósmyndina því að ég átti nefnilega svartan hund. Já. Og það er bara, þú veist alveg hvað ég ætla að spyrja og það var alveg til veist að réttin það er til einhverju hópar sem bara myndir af svörtum hundum og þetta er bara flekkir á myndunum þetta bara svarti flekkir og þú sérð hvorki andlitni í augunni en eitt á þessum myndum þetta er oft vel myndir en hvernig gengur þá að ljósmynda svörtu hundana? Það gengur ágætlega, þetta er lýsingin líka hana sem skiptir máli og bakgrunnur. Já. Það er náttúrulega kannski ekkert sniðut að mynda svartan hund á svörtum bakgrunni. Nei, nákvæmlega, þetta er alls svolítið töfrar í kringum þetta. Já. Er það ekki svolítið einmitt máli með ljósmyndara að það er þessi töfrar svona sem þarf að í raun bara í því varandi byrstu og stöðuðar linsan og það er svo margt sem að spilar inn í til þess að og svo bara auga þitt. Jú, og að fólki líði vel. Svo er það. Það er náttúrulega kannski lykilatriði. Það er lykilatriði. Þú getur ekki gert góða mynd ef manneski líður illa, Það er alveg vonlaust. Ég get alveg tekið undir þetta. Ég held að, þér tekst mér vel að láta manni líða vel. Þannig að ég hvet þann sem er að hlusta og vanta góðan ljósmyndar að kíkja á Sillu. Þetta er alveg. Takk fyrir það. Er mjög gott að koma til þín. En annað, þú ert náttúrulega búin að gera samt svo rosalega margt annað en að taka myndir. Já. Ég veit eiginlega fáa sem að hafa eins litrikan starfsferil. Ef þú segir okkur aðeins bara svona frá þessu sem að svona áður en bæði áður og svo hefur líka svona tekið hlé og pröfað eitthvað nýtt en ef þú segir okkur svona aðeins hvað þú hefur að gera? Oh my god. Ég hef gert rosalega margt og sennilega út af því ég var oft í 3 vinnum. Já. Þú veist, þegar maður er einstæð móðir þá þarf maður oft 3 vinnur. Já, þú veist, bara að bjarga þér. Já, en það sem fólki finnst kannski skrýtnast að ég hef gert er að ég var að vinna á jarðýtu
Hvernig var upp á Öxnadalsheiði. Já. Það var mjög gaman. En það var svo sem það var ekkert aksjón, þetta var bara róli heitastarf, sko. Ég var á tipp og var bara svona að slétta úr vegi. Já. Svo var ég að slétta úr það sem var búið að róta til áður. Og hvað kom til að þú fórst í þetta? Já, ég byrjaði sem ráðskona Já. og var alltaf á sömurinn að kokka og í veguvinnu kalla. Já. Svo vandaði einhver tíman að leysa á vörubíl og þá stökk upp í vörubílinn og leysti af. Ertu með meira próf? Nei. Nei. Þetta er svona gamli mátin. Já, þetta er gamli mátin. Skulum taka það fram. Svo. Já, við skulum taka það fram. En já, og það gekk mjög vel. Og svo næsta sumar þá var ég sem sagt bara á skóflunni eins og sagt. Ég var bara að setja niður æsi og svo leys. Já. Og þá endaði ég upp í jarðýtu og það var líka löglegt að því að hann var með kennararéttindi, sá sem var með verkið, þannig að ég mátti vera þannig sem lærlingur. Já, svo hef ég alltaf verið á sjó með pappa á sömrin. Já, hefur gert það mörg ár? Já, en ekki síðustu 2 ár, en þar áður hef ég alltaf tekið sumarið og farið á sjó með pappa. Já, frábært. Er hann með stóran bát eða trillu? Hann er með trillu Já. og smá kota norður á Hofsósi. Já, það sem ég er. Já. Mjög gott að komast svona aðeins í. En það ekki að komast aðeins í sitt. Já, umhverfi kannski. Tengsli við náttúruna og umhverfi það sem að maður er alin upp og með fólkinu sínu. Já, yndislegt. Og ertu þá í meira en 1 mánuð eða hvernig ertu þetta? Já, þetta er svona 3 mánuðir. Svo svona fer ég að fara aftur í bæinn og vinna eins og það var, sko, og vinna við ljósmyndunina og já, og fór svo bara aftur kannski á línu haustið eða tók 1 og 1 róður. Þú ert nú bara svolítið jarðýtasilla. Ég get verið það nefnilega. En samt svona jarðýta eins og þú segir sem að gengur svona rólega yfir að slétta úr. Já, sem það ekki bara. Ég hef aldrei, ég láti neitt stoppa mig, sko. Ég hef bara... En þú varst eitthvað á einhverju tíðanbili, fórstu aðeins frá ljósmynduninni en svo fannstu þið þarna aftur var það ekki í þessu að þetta var bara köllun. Já, fór aldrei frá ljósmynduninni. Nei. En ég held að sérst að tala hvernig ég fekk stúdíóið mig. Já, kannski það. Það er nefnilega svolítið skemmtileg saga, sko. Já, mjög áhuga. Ég er nefnilega ákvað að pröfa að búa bústað og fannst það mjög heillandi og bjó í bústað alveg í 6 mánuði og þá keyrði ég alltaf í bæinn og það var alveg klukkutími. Þannig ég var alltaf 2 tíma fram og tilbaka í bílnum mínum. Þetta er alltaf í lagi smá tíma en ekki til lengdar og þarna var ég alltaf að setja upp stúdíó hjá vinkonu minni sjá með fyrirtæki og taka það niður og setja það upp og nema jól þá segir mákona mín við mig Silla, þú þarft að fá stúdíó þar sem þú ert bæði býrð og getur unnið og ég er bara já, það er rétt og hún sagði, are you ready? Og ég sagði, já, ok, ég ætla að hjálpa þér þannig að hún sagði bara að fara og ringja og tekka og skoða og ég fór í það og ég var næstu búin að kaupa hús á Hellisandi á þessum tímabili. Já. Sérðu það fyrir þér? Nei. Þetta er mjög svona fjárstæðu kennt. Já, en ég held sem betur vera áfram og ég veit að það er málari þar í dag sem betur keypti ég ekki hús því að þetta var bara ætlað honum. Já. Og ég enda sem sagt að vera að skoða alltaf nær og nær í bænum og svo erum við búin að vera að skoða þarna Skólarstíg og Laugaveg og hún segir hvert með meira og ég segi nei, það er ekkert meira sem ég er með núna. Ok, við erum aðeins að setja sniður og ég þarf aðeins að skoða þetta.
við settust inn á Ítalíu, fengum okkur að borða þar og svo segir hún, hvað er símanu þínu? Hún er sko psychic. Og ég segi hérna, það er ekkert símanu mínu. Jú, og ég opna síman og þá hefur tekið skjáskot af hérna íbúð sem var akkurat þarna þess ég er núna. Já. Og hún segi, já, hringdu. Og ég er núna, já, hringdu. Ok, og ég hringi og þá svarar stúlka, hún segi, ég er akkurat hérna á svæðinu. Vil ég ekki bara koma og skoða? Og ég bara, jú, við erum með hinum megin við. Þannig að við erum alltaf með yfir og þetta var pínlítil stúdíóíbúð, pink og pansu og ég hugsaði með mér að ég geti bara búið þarna og verið með stúdíó mitt annar staðar. Nema hún segir, heyrðu, ég er með annað en aðeins stærra, viltu skoða það? Og ég sagði, já, ég vil til í það. Og ég skoða það, var aðeins stærri íbúð og ég sagði, já, þessi fín, tek þessa. Og þá sagði hún, heyrðu, ég er með eitt enn. Það er vísu bara svona opið rými, heldur að það er örugglega ekkert að henta þér. Og ég segi, má ég sjá þetta? Og hún, já, gjörðu svo vel. Svo kom við niður og mákona mín horfir aðeins svona, labbar horfir aðeins svona og svo bara, yes, þetta er staðurinn. Þetta er málið. Þetta er líka algjörlega málið. Þetta er algjörlega málið. Ég er sjaldan svona komið inn í eins svona góðan stað, einhvern veginn maður upplifir sér mjög velkomin að inni, þetta er svo hlýlegt allt og fallegt og svo náttúrulega útsinni beint út á Laugaveginn og það er eitthvað sem er mjög svona það er rosa góð orka þarna og hérna ég tek á móti hópum þarna sem er mjög skemmtilegt að koma hérna vinnuhópar eða hérna saumaklúbar eða vinkonur, kom vinkonuhópur sem var búin vinkonur í 30 ár. Þá kom að fá eina mynd af sér, hópmynd og leigja stúdíóð í klukkutíma og kannski fá sér freyðivín eða eitthvað og spjalla því að það er svo góður andi og þú ert ekki með klið af öðru fólki eða eitthvað svoleiðis heldur, ertu bara á góðum stað þarna og svo fara það stundu bara út að borða á eftir eða vinnufélagar. Ég get alveg mælt með þessu, ég hef komið í stúdíótíðin og þú einmitt fengið svona hópmyndatöku og þetta er einhvern veginn bara líka einmitt af því að ég held að sé svona margt sem spila inn í þetta, þú ert náttúrulega hlýleg og tekur vel á móti fólki og svo er það íbúðin og staðsetningin ekki síður einhvern veginn af því að oft kannski hendar þetta vel þá líka fyrir fólk sem er að fara síðan eitthvað eftir, þetta er alveg þarna niður í miðbæ Reykjavíkur. Þannig að þetta er einhverju galdra svona sem gerist líka fyrir hópin. Já, nákvæmlega. Ég óskaði náttúrulega innilega alltaf hamingju fyrir að hafa valið og ég er mjög fein að þú skildi ekki að fara á Hellisand. Já, ég líka. Og vinir mínu líka, þau alveg bara, guð, ég get ekki hugsað mér að væri þar. Já, það er einhvern veginn svolítið svona fjarlægt líka. Svo eru foreldraðinir þá alveg fyrir norðan og þetta hefði einhvern veginn verið svona allt á þess og krusjaðir. Nákvæmlega, stundu fæ ég skrýtnar hugdettur, sko. Já, en þetta hefur talað svona akkurat inn tíðin að koma bara hérna söður og vera í miðbænum. Já, mákona mín hjálpaði mér. Mákona mín hjálpaði hana. Þetta var eiginlega ekki ég. Þess að ég segi, það er alltaf gott að hafa gott fólk í kringu sig sem að svona styðja mann. Já, heldur betur, sko. Ég er aldrei búin að finna fyrir því. Mér langar að, ég er alltaf með 2 svona óvæntar spurningar. Ok. Þannig að hérna, þú mátt taka kassan hérna, þetta er út fyrir boxið og þú mátt velja 2 spurningar upp úr. Má ég velja þær? Já, draga þær. Draga þær. Skulum ekki alveg hafa þetta, það er of flókið að ætla að velja þær, sko. Já, það vilja koma bara 2 hérna saman. Já, það ekki. Ok, þú skulum byrja hérna á, hver eru uppáhalds fjölskylduhefðið þín? Já, hangikjöt á jólunum. Já. Eru það að hittast? Já. Það eru ekki hangikjöti? Eða er þetta fámett og góðmett? Þetta sko fylgir mamma og pappa. Já. Og og dóttur minni og það hefur alltaf verið hangikjöt sko á aðfangadagskvöld. Já. Sem er mjög óvanlegt. Já. Og meira segja sko heima gerð bjúgu.
eða sperlar eins og sem við kalla það. Geggjað, ég bara veist, þetta er æðislegt. Hvernig, segðu mér frá þessu. Sko, systir pappa, hún er með svona kofa, það sem hún reykir hangikjöt og tungu og bjúgu og þetta er yfirleitt heima tilbúið og gert þaðan úr Brekkugötu í Óslandslíð. Það sem ég fæ hvergi betra hangikjöt eða reyktan mat, sko. Mér finnst þetta dásanlegt. Og farið þið norður þá eða er þetta fyrir... Ég fer mjög oft norður, sko. Já. Ég var náttúrulega bara í Las Vegas þessi jól. Akkurat. Það er öðruvísi jól. Var ekkert hangikjöt þar. Hvernig fannst þér að halda jólin í Las Vegas? Geðveikt. Ógeðslega gaman, já. Og hvernig gerði þetta? Þú varst með bróðinum, ekki svo? Jú, bróðin mínum og mákonu. Við fórum bara út að borða og fengum okkur góða steik. Ameríska vísu? Já, ég fórum á rosalega flotta sýningu þarna áður. Já. Bítlasýningu. Það er alveg bara rosalega flott. Já, gott að vita, en maður fer nú ykkur tíman þannig. Já. Já. En mér langar samt aðeins að fara inn á þetta með bjúurnar aftur. Já, komdu með það. Ég alveg, þetta kveikir í mér, Já. Þetta minnir mér nefnilega svo á að þegar strákurinn minn var á leikskóla, þá voru bjúur uppáhalds hjá honum. Já. Og svo, við náttúrulega vorum kannski ekki búin að halda mjög oft jólin okkar þarna, þegar hann var lítill. Nema það, hann vildi endilega hafa bjúu í jólamatinn. Þegar við vorum svona að byrja að móta okkar hefðir að bara bjúur urðu, honum fannst bara bjúur urðu að vera á matseðlinum og svo rættum við skúlið þetta heilmikið fram og tilbaka, bara hvort þú ættir bara að hafa bjúur á aðfangadag. En síðan varð einhvern veginn lendingi svo að ég fór bara að hugsa, hvað ef ég geri ef ég fyrir að hafa bjúur á aðfangadag og býja til þess að hefð og greiði þá einhvern tímann tengdadóttur mín. Nákvæmlega. Ég hugsaði, ég alveg hafa kannski 4 ára og ég var farin að hugsa kannski tengdadóttur eða tengdasson eða hvað sem það yrði að það yrði sem sagt viðkomandi yrði bara sætta sig við bjúur. Jólamatinn. Mér fannst það nei, ég ætla ekki að gera það. Nei. Það verður bara eitthvað mjög þægilegt. Það verður bara hamburgerarringur. Hann hefði getað komið til okkar. Já, svona er þetta. Og bara svona skemmtilegt með þessa jólahefði. Það skipta svo miklu fyrir okkur oft, bara það sem það geta gert það. Mótum okkur svona okkur svona finnst okkur vera jólin. En fannst þið þá skrítið að vera án þess til dæmis í Las Vegas? Nei. Og þú veist, ég mist alltaf að breyta til og ég mist hefðir skemmtilegar og mist rosalega gaman að hafa hefðir en ég er ekki föst í forminu með það, sko. Alls ekki. En þetta var búið til það sem pappi er, sem sagt, í Brekkugötu. Þetta er bara heimagert. Já, þar voru þessi bjúgu búin til. Reyndislegt. Já. Það er ekki að sama. Nei, það er ekki að sama. Það er alls ekki að sama. Að þessi bjúgu hafa kannski fyllt mér svolítið því að svo þegar ég fór 17 ára á togara. Já. Þetta er í hug núna. Bjúgu. Oh my god. Það sótti ég sem háseti. Já. En skipstjórinn kom og sagði ég að koma sem kokkur. Já. Og ég alveg bara, vá, 17 ára, já, ok, ég hef alltaf pröfað og bara gert það sem mér kemur til mín og ég er bara þarna komin í nóvember út á sjó með 15 kalla og ég veit ekki einu sinni hvað er í skápnum. Það var bara búið að kaupa inn, þú hafðir ekkert áhrif á hráefnið? Nei, og þarna er nú stópult samband, sko, heim. Það er ekki tringt í mömmu að spyrja um uppskriftina? Og stundum var það þannig að ég var að sjóða eitthvað og það var bara kannski ekki alveg tilbúið. Það var ennþá pínur rátt og þá hendi ég bjúum á borðið og þeir voru svo yndislegir. Þeir voru alltaf sáttir. Þó það væri bjúu alveg annað hver dag eða eitthvað. Þannig að þetta var örugglega kokkurinn sem var mjög oft með bjúu. Frábært. Mér finnst þetta bara yndislegt, sko. En svo við förum nú aðeins í seinni spurninguna. Hvað heillaði mest í fari fólks? Heiðarleiki. Það er mjög gott að umgangast heiðarlegt fólk. Já.
gleði, þegar fólk glatt og heiðalegt. Finnst þú sjá í fari fólks? Svona hvort að, finnst þú svona skynja það? Já, mjög oft. Já. Flest fólk heiðalegt, sko. Ég held það nú líka. Já. En sérstaklega fólk sem að bara segir nákvæmlega það sem að það vill segja, skilur við. Það alveg innilega heiðalegt, sko. Þannig að ég held að það heilli mig mest. Ég held að það sé... Svona góðmennska og heiðarleiki. Ég held að það sé alveg rétt. Þetta svona eitthvað sem skiptir bara gríðarlega miklu máli allstaðar. Já. Eins og við erum líka að gera núna svolítið í myndunum. Að við erum að hætta svolítið að vera með allt filterað og svoleiðis. Við erum að vera svolítið heiðarleg. Já. Og vera eins og við erum. Fara kannski frá allu þessu, veist, ef við förum aftur í ljósmyndunina, veist, það sem var verið að vinna myndina svona ótrúlega mikið og útliti var kannski bara ekki í nokkru takti við það sem var svona, ekki satt. Bara hægt að ná, sko. Nei, einmitt. Í útliti. Nei. Þannig að, já. Það var nefnilega svolítið merkilegt þegar þið fóru að staði að sína þetta. Já. Veist, þegar þið fóru að sína hversu mikið þeir að vinna myndirnar, veist, það bara jafnvel verið að taka sentimetra, veist, af mynd í mittismáli eða annað eins og þetta var allan, ég veit ekki hvort þetta sé. Það verið að færa augu fjær og nær og já, mjókka og brekka og allavega, sko. Þetta Þannig að ég held að þetta sé að líða undir lok. Fólk vill bara líka kannski, snýst þetta líka bara með þessa baráttu sem hefur verið í gangi, bara líkansvirðing og ýmislegt fleira sem og bara jafnréttismál kannski líka bara að fólk vilji bara að fólk sé sýnt eins og það og vera ekki að búa til einhverjum þessar staðalmyndir sem ekki eðlilegar. Nei, nákvæmlega. Það allt annað að taka í burtu bólu hjá úlingi sem í fermingamyndatökur eða lýsaspangir aðeins eða eitthvað svoleiðis en ekki breyta útlitinu, sko. Ekki færa til kynbein eða augu eða eitthvað slíkt eða líkamsparta þannig að ég held við þurfum bara, ef ég að fara að breyta þér eitthvað þá ég að segja þér að þú sést ekki nógu góð. Einmitt. En þú væntanlega mögulega færði jafnvel það beini frá einhverjum að láta breyta sér. Það aftur á móti annað. Já, af því að veist, ég held einmitt ofta að fólk með einhverja svona hugmyndi sjálf. Já. Þú veist, að því finnist það ekki nógu eitthvað. Já, ég geri það oft fyrir fólki á það vill breyta einhverju en sjálf vil ég helst hafa þetta bara að því fólki fallegt. Algjörlega, ég alveg sammála og oft líka þegar maður sér líka oft í gegnum, þegar maður sér svona í gegnum svona ljósmyndara svona þegar búið að taka myndir oft, veist, og bara sér maður, veist, oft að fólk ef fólk næra blómstra í svona myndatökur, sko, ef það næra vera það sjálf, þá sér maður eitthvað oft svona innri persónuleika sem að fólk gleymir ofta að láta skína. Já. Það svo skrítið. Já, ef þú ferð að hugsa mikið líka þá ert í myndatöku, hvað þú ert að gera, hvernig þú ert eða þá það skín í gegn, ef þú tekur þið út fyrir það og reynir að vera bara þú sjálf, að þá það alltaf betri myndir. Það ekki dags? Jú, það þannig. Láta eins og myndaðalunni séu ekki hérna. Já, við vorum einmitt að svona, þetta nefnilega svolítið galdur. Veist, það eitt að við sem að tala hérna saman, svo erum við komna með myndavélarnar hérna fyrir framan okkur og fólk getur stuðast við þetta. Sem einhvern veginn svona bara... Ég stuðast við þetta, sko. Meðan snjóð það þú var að taka myndir af mér, sko. Ég held að séu allir það, sko. Mér finnst pínu óþægilegt að hafa þessa myndavél hérna. Já, það pínu svona... maður veit alveg að þú veist það sem fer þarna inn, það verður þarna inni. Svo fer það á netið eða eitthvað. En það allt í lagi, þú veist. Ég meina spurningu. Hvað svona, þú veist að sjá fólk sem að taka myndir og setja á Instagram og svona, sem bara hinn hefðbundi maður eða manneskja sem að bara taka myndir af vini sínum eða vinkunum sínum. Hvað sér þú algengt þessu fólk að gera vitlaust en gæti lagað mjög einfallega? Til dæmis að láta fólk horfa í myndavélina. Það eitt.
aðalmáli kannski, ok, þú veist að taka mynd af náttúru. Það finnst mér aðalmálið. Að þá yfirleitt sjónaröndin, ef hún skökk, þá reynir að hafa sjónaröndin að beina. Það yfirleitt langbest. Og já, ef þú ert að mynda manneskju að hafa kannski ekki of mikið pláss fyrir ofan hausinn. Headspace. Reyna að hafa hana svona, já. Góð punktar. Inni í rammanum. Já, ok. Það einmitt, þú veist, það svo margir sem að spá einmitt í þessari myndatöku og allir þessir einstaklingar sem eru í að vera svona áhrifavaldar og annað slíkt. Þetta nú bara orðin bara atvinnugrein. Já. Veist, þannig að það víst. Sumir eru þetta með jafnvel ljósmyndara með sér og aðrir eru að taka upp efni sitt sjálfur. Já. Og þetta hlýtur að vera mikil galdur. Já. Að stússa þetta. Það fullt af flottum ljósmyndurum líka sem að, þú veist, ekkert endilega læriðir heldur, bara að taka geggjaða myndir, sko. Á símana jafnvel bara á. Já, hvað verður. Því að símaðurnar eru orðnir svo tæknilegir. Ótrúlega góðar myndavélar. Það er fullt af linsum og því að ljósmyndun náttúrulega bara, ljósmyndun heitir ljósmyndun að því við þurfum alltaf ljós. Það er aðalgaldurinn, sko. Eins og við værum núna í myrkri, þá er engin mynd. Nei. Þannig að það skiptir máli að vera með gott ljós og svo er það linsan eftir hvað þú ert að taka myndir af. Ég meina, ég meiri að taka vídeo svona, en ég fengið svona að taka myndir. Ég kann ekkert að svona, eins og þú gerir, útskýra eða láta fólki svona hvernig að pósa og hreyfa sig. Ég sé bara, gera bara, þú veist, og ég tek bara að taka góða myndir. Já. En hvað getur þú kennt mér til þess að svona hjálpa mér að ná að svona leiðbeina fólki til þess að taka góða myndir? Eða hvernig getur leiðbeina fólkinu? Með eitthvað svona triks. Það eru nokkuð triks. Það er til dæmis, ég verði eiginlega að færa þetta. Það er til dæmis ef ég er svona, þú veist, þá fæ ég undir höku og allt saman, ef ég er svona aftur á bak. Mjög margir menn gera oft svona. En ef ég kem svona, þá er ég miklu opnari og þú veist, það er margir líka sem að gera of mikið svona því ég vil ekki undirhöku. Þetta er alls ekki. Það er bara vera og horfa beint í vélina er maður vilt sterkari. Ef ég er hérna, það er svolítið svona heiminn. En ef ég horfi hér, þá er ég sterkari. Og bara líkamsstaða, axlir aftur. Þetta er bara svona eitt og annað, já. En ég vilt alltaf fram, ekki aftur og beint í myndavél horfa freka niður heldur upp. Já. Maður taka mæki nær. Hello. En hvað svona, bara nú er komið nýtt ár? Já, gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár, Silla mín. Dásamlegt ár. Hvað er svona næst á dagskrá hjá þér? Eitthvað svona sem að þú sérð svona inn í árið? Hvað er í gangi? Já, það er fullt í gangi. Það eru bara fyrirtæki, mjög mikið, brúðkaup, augu, vonandi að ég fari eitthvað erlendis. Já. Ég stefnið á að fara jafnvel til Japans. Æðislega. Já. Það er nú mikið að myndefni. Já, og já, ég sé bara bjarta framtíð, sko. Yndislegt. Ef við ekki bara hætta á þeim góðu nótum og bara virkilega gaman að fá því heimsókn. Sömulegis takk fyrir að fá mig hingað. Já, og ef að þú ert að leita góðum ljósmyndara, þá er Silla Páls. Hún er bæði með heimasíðu og það er þetta að finna hann inn á Hoopla. Og svo er bara, það er ekkert nema að gleða heimsækina, þannig að ég bara, takk fyrir mig, Silla. Takk, Iskan. Gaman að vera með þér. Sömuleiðis.